Ég skrifaði bara streita og svo punktana að ég ætla að nota þetta setna aftur að því að sko streita og krabbaminn það heitir fyrirlesturinn en svo er nefnilega til annar fyrirlestur sem heitir streita og hjartasjúkdómur streita og magaveiki og skemmdi og hátt sýrustig í maga streita og lungnasjúkdómur og streita og húðsjúkdómur og streita það er til fyrirlestur allt öll þessi efni að því að streitan hefur nákvæmlega virkni á alla hluti í líkamann og þess vegna fór ég ekki lengra en þetta því að hver veit, maður getur notað þetta aftur og þetta er líka til að minna á það að streitan er svo skemmandi og hún læðir sem sagt inn í öll líffæri og skemmir öll líffæri ég hef skoðað náttúrulega mest saman við hjartað, streituna og hvernig hún fer í hjartað og það sem kemur út úr þeim rannsóknum það kemur líka út að þeir sem eru undir mikill streitu þeir fá líka miklu meira krabbamein og þess vegna tengist þetta og það er það sem að Helgi hefur líka verið að skoða með streituna og krabbamein og nú hljómar þetta eins og þetta sé stórkostlegt vandamál og það er það líka það eru margir sem að fá alls konar sjúkdóm út af streitunni en góðu fréttirnar það er búið að leysa þetta vandamálið er leyst og í raun og veru get ég hætt fyrirlesturinn núna og vandamálið er nefnilega lausnin á vandamálinu er hérna á þessari síðu fyrirlesturinn er eiginlega búinn ef maður passar upp á það að vera í djúpri slökun stóran hluta dagsins, þá er ég að tala um svona 14 tíma eitthvað svoleiðis og passar að ná henni dálítið jafnri ef maður nær síðan góðum svefni á eftir og þá svona 10-12 tíma og þess sem maður sefur líka djúpt og hvílist ekki eitthvað svona smátteri það má ekki vant nótt að pissa og þess á milli að vera í sko átaka litlu lífi og láta ekki æsa sig upp þá er þetta vandamál ekki lengur til staðar og þá fær engin hárlos við sjáum nú, það er ekki búin hárlos streitu þessi, hann fær heldur ekki krabbamein né annað út úr streituna og þetta er koncept sem er lítið búið að nota nema þessi köttur, það er nú einhvað búið að eiga við hann aftan til þennan þannig að hann hefur breyst aðeins áhuga hans á lífinu en engar síður þá er þetta ein leiðin út af vandanum en það er búið erfitt að selja þetta koncept fyrir þá sem eru á streitu og sem þurfa á því að halda því að engin okkar myndi nenna þessu þetta hljómar vel í einn dag kannski 2 það eru til fólk sem þola þetta í viku ef þeir eru á sólarströnd og geta fengið að rauðvín með því en svo eftir það verða allir stuðstöðar þetta er ekki hægt en hann getur þetta greinilega þessi og þegar við erum komið með stórt vandamál við erum komið með algjörlega lausn á vandamálinu og viljum hann þá þarf maður að hugsa, ég meina út af hverju af hverju viljum við ekki þessa ákveðu lausn og það er náttúrulega einhvað við streituna við viljum ekki sleppa og streitan er nefnilega partur á okkur og hún er meira en bara pínlítið partur á okkur sko, forfeður okkar þeir urðu stressaðir en náunginn við hliðina á þeim sem ekki kunna vera stressaður hann er ekki forfeður okkar að því hann var étinn það er einfalt og þannig er það með streituna og ef maður gat ekki orðið stressaður þá var maður ekki heldur hræddur við ljónið og svo kom bara ljónið og maður bara og svo var bara étinn og þá eignaðist maður engin börn og varð ekki forfeður okkar í staðinn og svona er þetta mikilvægt að kunna stressast og geta það og ástæðan fyrir því að þessir menn sem eignuðu síðan börn sem eignuðu svo og lokum okkur þeir gátu orðið stressaðir þeir gátu verið hræddir, þeir gátu verið kvíðnir þeir byggðu húsin sín á stöðum þar sem hvað í hverju sem þeir byggu nú fundu hella sem voru stöðum sem voru varðir og þeir voru stressaðir fyrir vetrinum og þeir gátu verið stressaðir þegar óvinnurinn kom og gátu bakst og þeir gátu passað upp á konuna sína líka ef þeir áttu meira en 2 og 3 og það er og þess vegna er þetta partur af okkur og afar mikilvægur partur af okkur og hefðu forfeður okkar aldrei lagt þetta eins og við sjáum nú aðra plöntur sem eru minna þroskaðar en við eins og trén hérna tréð þarf ekki að vera stressað því ef það er að koma snjóskriða þá mun það ekki hlaupa burtu það mun ekki nota stressað þetta er líka lögum vitni en við sem getum flúið við verðum annarkvort að vera stressað og bjargast eða ekki og hefði þetta ekki virkað hjá þeim þá væri ekki til neitt sem heitir menn þá væri bara til neitt sem heitir tré og plöntur þetta er einfalt og þess vegna er þetta ég var einu sinni að löngu
löngu ferðalagi og var út í heimi og lenti þar í mjög lærdómsríku atriði fyrir sjálfan mig sambandi við einmitt þessa streitu. Og það var þannig í stuttu máli að ég hitti mann sem var voðalega mikið, þetta var í Ekvador og þar inn í skógi, og það var eina sem saman okkur, mig og þennan mann, eða var skilt með okkur, það að við töluðum báði mjög slæma spænsku. Hinir töluðu góða spænsku og þannig urðum við svona dálítið svona teimi í þessu litla þorpi, af því að hann skildi engan og ég skildi engan, hann skildi aðeins meira en ég, og við hittum staðins og ræddum málin náttúrulega, og svo var ég að hjálpa honum að kaupa inn, hann var að versla fyrir þorpið sitt og svo ætlaði hann að sigla eftir ánni og fara með dót frá mér. Og svo þegar ég var búinn að bera með honum einhverja timbur og dót, þá bauði mér að koma með sér í litla þorpið sitt. Ég var komin í þorp hans mér, en hann bjóð náttúrulega ennþá minna þorpi. Í þorpinu þar sem við hittum voru 3 tímar á hann. Þorpinu hann var aldrei rafmagn, það var útvarp, það var ekkert slíkt. Og svo förum við þangað niður til, og það var tvennt sem ég rak augun í. Annað var það að veiðimennirnir voru að koma heim. Ég vissi það ekki fyrir, en veiðimennirnir voru að koma heim. Og síðan sá ég gleðin í þorpinu, börnunum og konunum og öllum sem voru að bíða eftir veiðimönnum. Og þetta var alveg eins og þegar pabbinn er komið heim á flugvöllinn í Keflavík eða skipum hér einhvers staðar upp ströndina, var nákvæmlega sama að gerast. Og þetta var svo frumstætt fólk, eins og það getur verið mest frumstætt í mínum augum. En þetta var alveg eins. Þetta var eitt sem ég sá. Og svo er hitt, og það var nefnilega mjög merkilegt, að þegar hátíðin var búin kvöldið, allir búin að borða kjöt, eða kattakjöt, það var mjög sérstakt, skulum við kalla það, til að fara stutt, og ég borði þetta náttúrulega með þeim, og þetta var stórkostleg veisla. Og daginn eftir þá vöknuðu karlmennirnir sem voru á veiðum snemma dags til þess eins að fara að hvíla sig. Og þetta til þess eins er sem sagt mín viðbót. Þeir fórunum að vöknuðu eldsnemma fyrir sólarupprás til að fara að hvíla sig. Og svo fór ég sem karlmaður með þeim að hvíla mig, þó ég hafi ekki verið með í veiðunum, var með karlmannunum, og við settumst út á verund í þessu húsi, þetta var svona út í miðjum skóginum, og sátum þar. Og svo kom einhver gangandi framhjá, og það var aldrei vinkað með að hann vinkaði, það var einn sem vinkaði þá kannski aðeins eða vinkaði ekki. Það var engum heilsað, það var komið mat til okkar og það var algjör rólegt. Það sagði nánast engin neitt, ef maður sagði eitthvað þá var hann ekki svarað, og svo sátu hann og horfði út í þorpinu. Og þegar það var komið hádegið þá hugsaði ég mér, fer þessu ekki? Og ég var orðinn stressaður. Það var verra heldur en hérna með PowerPoint á. Og síðan kom kvöld. Og þegar mér var það ljóst að þetta var bara fyrridagur, og menn fóru seint í háttinn af því að þeir voru náttúrulega að hvíla sig, og svo kom nýr dagur og það var borið til okkur matur og fuglarnir flugu framhjá og við sáum konurnar ganga og börnin léku sér, það truflaði enginn. Og svo leið dagurinn með 2 í kring, og svo var minn tími þannig eiginlega búinn og ég fór í burtu og kvaddi þetta góða fólk og var búinn að hvíla með þessi ósköp. En þetta hefur setið í mér alltaf til síðan, að þessir menn voru að hvíla sig eftir stressi, og þeir tóku 2 daga í það, hvíldu sig í 2 daga og vöknuðu snemma og fóru seint að sofa til að ná að hvíla sig nógu mikið. Og þá fór ég að hugsa, og ég oft hugsaði eftir á, erum ekki að gleyma einhverju? Hefur einhver gert einhver svona, verið í stressi í viku og hvílt svo í 2 daga og sofa? Þetta er ekki til á Íslandi, og þetta er hvergi, ég hef hvergi séð þetta áður eða fyrir eða síðan. En erum við ekki búin að gleyma einhverjum hlutum sem eru mikilvæg samband við stress? En niðurstaðan er sú, við viljum hafa stressið. Stressið er hluti af okkur, og sá hluti af okkur sem að gera það verkum að við erum hér. Og stressið er gott, og stressið er hornsteinn fyrir lífið sjálft. En við þurfum að kunna fara með það. Og það er sammerkt með hnífinn og eldinn. Við þurfum að kunna fara með þetta, við þurfum að kunna fara með stressið, og við berum ábyrgð á stressinu. Þetta er, held ég, mjög grundvallandi mál í þessu. Til að vera aðeins vísindilegur þá þarf ég að koma stutt að því hvað þetta stress er. Og stress er ekki bara, stress er náttúrulega fyrst og fremst hugar ástand og tilfinning, en til þess að ná þessum stað og ná þessum miklu áhrifum á líkamann, þá þurfum við hormón, og adrenalín og noradrenalín eru stresshormónin, þetta þekkið við sjálfsögð, og þessi hormón komin inn í blóðu okkar til að þau geta virka, þá kortisón þarna, líka mjög mikilvægt hormón, og þetta saman pluss ennþá fleiri hormón gera þessa stresstilfinningu. Og man einhver af ykkur eitthvað skammarstrik í gamla daga þegar maður var gripinn á
þetta er held ég adrenalín. Það kemur sjokk í maður eða það að maður gjörsamlega lamast í hlaupunum. Það er ofmikið af hormóni og maður virkar ekki lengur, en svo tekur þetta smá stund ef maður var svo heppinn að sleppa, þá gat maður hlaupið endalaust á eftir. En þetta er adrenalínið, og til þess að það virki þá þessum kortisóni og fleiri hormón. Og það sem gerist er það að þá koma hvítarfrumur og verður fullt af þeim, og það koma bólgusvörun og bólgufaktorar í blóðið, og það kemur faktor sem er túmor nekrósisfaktor, en það er sem sagt faktor sem held ég veit meira ég, en er sem sagt faktor sem er partur af er inn í krabbameinsvandanum, og líkaminn, og þetta vita náttúrulega enginn, þá held ég að þetta sé sirka svoleiðis, að líkaminn er að undirbúa sig undir það sem gerir stressinu, og stress fyrir líkaminn eru veiðar eða bakfæri eða einhver leiðindi, og líkaminn undirbúa sig undir það koma sár, það koma allra handana áverkar, og líkaminn er að undirbúa sig undir þetta. Ég held að þetta sé svona. Og þegar þetta er allt í gangi, þá erum við betur undirbúin undir það sem mun gerast. En vandi okkar er sá að við hættum ekki að vera stressað. Við tökum ekki þessa 2 daga í stopp. Við höldum áfram að stressa. Og hormónin halda áfram að flæða blóðvökva. Og þegar mennirnir komu heim og hvíldu sig, þá voru þeir ekki að hugsa það. Ég skulda ennþá milljón í kóðanum. Þetta var ekki. Það skuldaði engin neitt. Það voru ekki peningar. Þetta endalausa eilífa stress, það er ekki þarna, menn hættu. Og það er held ég partur af þessu að komast út úr stressinu, lækka adrenalínið, breyta kortisónu, það gengur ýmsum bylgjum sem þurfa að vera réttar, og það bylgjuna skemmar í miklu stress, langvarandi stressi, og þetta fer úr skorðum. Það er hægt. Og við þekkjum skemmd adrenalínsins á líkamanum mjög vel, og adrenalínu undarlega ná er hormónin sem skemmir hjartað í hjartabarði. Brennir í hjartað. Það er ekki nóg að vera bara stressaður til að ná því, það þarf meira til. En við vitum hvað þessi hormón eru mikil og orku mikil. Þetta stressið. Eitt af mínum hugðarefnum er undarlegt nóg, þó ég sé hjartalæknir, er persónugerð manna. Það er ekki veikindi, þetta er gerð, sem er mjög stressfull, og hún heitir persónuleiki D, og það er ekki persónuleiki darri en eitt svoleiðis, heldur persónuleiki distress, og á útlensku er nefnilega stress er bara stress, það er bara einfalt, en útlensku, og þetta sjálfst til íslensku líka, þá skiptir maður stress upp í distress, sem er vonda stressið, brýtur niður og skemmir, og maður er svo þreyttur að maður getur ekki lært lengur undir prófið, og austress. Og austress er góða stressi sem gerir mann færan til að berjast, skjóta og veiða, og gefur manni kraftin til að lifa undir prófið. Og distress, það er þetta stress, þetta er vonda stressið, þess vegna heitir þetta persónugerð D, og í stuttumáli líka að persónugerð D hefur það tvö einkenni að sjá lífið í dökku og dimmu ljósi, glasið er hálftómt, þetta hlýtur að fara illa, mjög mun vantar ekki takast það, og hitt, og þetta þarf að fara saman, að sitja sjálfur eða sjálf með stressið eða óþægindin að þessu. Tala ekki við aðra, eiga erfitt með að ná kontakt við fólk, segja lítið frá sjálfum sér og sitja með hlutum. Og eins og þið sjáu þegar ég nefni þetta, að þetta hlýtur að búa til stress. Menn eru í miklum vanda að þið sjá að svart og geta ekki talað um þetta. Þetta fólk við erum líka búið að skoða það að það er með hærra adrenalín, það er erfitt að eiga þetta með adrenalín, en það er með skemmtan eða breyttan kortisólrytma, það er með hækka túmornekrósisfaktor, það er með meiri bólgur, það er með ýmislegt sem að sýna stress. En þetta fólk sem er með þessa gerð, það veit yfirleitt ekki af því, því það hefur aldrei liðin eitt öðruvísi. Þannig að fólk veit þetta, og þess vegna er erfitt að mæla þetta stress nema einhvernum, það er erfitt að spyrja fólk um þetta. En bara svona til að gefa ykkur sýn inn í það, hvað þetta stress sem er illmælanlegt, hvað þetta fer illa í fólk. Og þá ætlum ég komið 2 kúrfur, þetta er náttúrulega, nú fer þetta að vera verulega vísindalegt. 2 rannsóknir, og þær eru gerðar á fólki sem að fékk hjartaáföll, þetta voru sem sagt 218 + 85 manns, sem fengu hjartaáföll og fóru upp á Reykjavík þegar þeir vísast hjá Íslandi, fóru í endurhæfingu, og þeir sem fóru í endurhæfingu, þetta hópurinn var skoðaður og gáð hverju væru típa D,
bara hverjir dóu, voru þrættir upp á ný eða fengu hjartaáfall. Semst einhvað sem að vera handfast, ekkert engin spurningalisti, bara einhvað sem gerist. Og hérna sjáu þið niðurstöðunar að sá sem var ekki típa D og fólki var eins, það reykti jafn mikið og var jafn þykkt og drakk jafn mikla mjólk og hvað með bara koma því að ég veit ekki með mjólk en nú er þannig skáta. En sem sagt, það sem að munurinn á þessum hópum var svona sláandi að ef þú varst ekki típa D þá farnaðist þið svona að 15 af þessu 7% fengu hjartaáfall. En ef þú varst típa D þá var það sem sagt svona margir, 23, það er bara 27%. Og þetta er sem sagt, það er engin munur á fólki nema það að annar er meira stressaður og hinn er meira stressaður. Það er einu munur sem þetta. Ef við settum þetta upp fyrir þá sem reykja, nú er ég ekki að hvetja til reykinga, bara hafa það á hreinu. En ef við settum þetta upp fyrir þá sem reykja, við segjum að þessi grú hefði ekki reykt, þeir sem reykja eru 2,3 hærri. Ef það er eina syndin, þá er það 2,3. Þannig að þeir væru hér. Það væri svona hættulegt að reykja. Þannig að þetta er þrepp með það. Þannig að það er miklu hættulegra í þessari stúdíu, í þessu fólki, í þessu þrönga úrtaki hér, það er ekki hægt að hafa þetta alveg, en það er sem sagt 3 sinnum hættulegra að vera af þessari gerðinni stressaður sem sagt, en að reykja. Þetta er bara svona til að koma þessu að. Og hérna er hann annað, og þetta er niðurstaða úr fræðingum sem sýnir það saman. Þeir fengu besta gerð af stoðneti og svona gekk gerð. Það fengu sem sagt 5% af típu D fengu hjartaáfall á hálfu ári, en svona miklu færri. Þetta er stress. Og svona til að draga þetta saman, sko, stress er gott. Stress er hornsteinn lífsins, annars værum við ekki. Og við eigum að vera stressaðir og við eigum að stressast, við eigum að taka á því og við eigum að lífið er þannig og vinnan okkar er þannig og við mundum ekki lifa af ef við gætum þetta gert. Stressið er gott, en við berum ábyrgð á því að hætta því líka. Við megum ekki alltaf vera stressað og þar kemur ábyrgð okkar inn. Við berum ábyrgð á því stress og það þarf að gerast hratt, greinlega, ef við talum mig. Það þarf að vera mjög hratt, því að annars nærmaður stoppa maður. Og eins og hjólreiðamaðurinn er ábyrgur að því leiti þegar hann er búin að missa báða fæturna og búin að keyra yfir hann. Hann er ábyrgur þó að bílstjórinn hafi gert mistökin, að því að það er hans fætur sem brotna. Eins er það með stressið, að þó einhver annar komi stressið yfir okkur og bara svona til að halda, já, nefndi ekki dæmi svona bara til að halda á góðu nótunum, þá berum við samt ábyrgð á þessu. Stressið er okkar ábyrgð og við borgum fyrir það. Raunsæi er gott, en við berum ábyrgð á bölsýn. Raunsæismaður getur séð miklu dekkri mynd en bölsýnsmaður. Því bölsýnsmaðurinn er búið til hlutur, raunsæismaðurinn er að sjá einhver. Þannig að þetta fer nú ekki alveg saman, en þarna erum við líka ábyrg. Að við erum ábyrg fyrir þeim anda og þeim stað sem við erum á. Ef við ætlum alltaf að vera í bölsýni, eða það getur verið raunsæi líka, því að það blæst nú illa móti stundum. Ef við ætlum alltaf að sitja þar og lifa á þeim stað, þá er það stress og við berum ábyrgð á því hvað við erum lengi á stað. Ábyrgð okkur er stór. Og við hefum öll farið upp á Þingvelli og séð djúpu gjárnar og djúpu kyrra vatni og maður sér glitta langt niður. Sko, ef að færi ekkert vatn út úr þessu, þá væri það bara. Það til svona vatn í Suður Kaliforníu, það kemur bara vatn í það. Og þegar maður kemur í 100 km eða 50 km fjarlægð þessu vatn, þá er það vond lykt. Það er vond og fúl lykt. Og þannig er það með allt sem að graftakíli að því að loka. Lækningin við því er opna. Það er einfalt.
ætlar að bera allan sinn harm sjálfur og allar sínar sorgir einn, hann er með lokaðan, potturinn lokaður, og það fer ekki vel. Og þetta held ég sé eitt af því mikilvæga sem við erum að sjá núna bara í hörðum rannsóknum, að við verðum að ná þessum þroska, og þetta í Morgunblaðinu eftir í minningargreinum, hann bar harm sinn í hljóði og hann sagði aldrei neitt frá því hvað hann var illt og hann með svona krafmeðum sagði einhver frá því. Þetta er misskilningur, þetta er mýta og þetta er misskilningur, þetta er ekki gott og þetta er ekki karlmannlegt. Það er karlmannlegt að þolgæði karlmannlegt